Komið sæl og blessuð og velkomin í Spursmál, föstudaginn 27. september. Góð tíðindi bárust í morgun úr hagkerfinu sem hefur verið í miklu ójafnvægi síðustu mánuð og misseri. Verðbólgan komin niður í 5,4% og hefur ekki mælst lægri síðan í desember 2021. Þetta eru sannarlega góð tíðindi. En það víðar sem að ójafnvægið börnin okkar sem ekki ná að lesa sér til gagns eftir 10 ára skólagöngu, þau kvart undan því í Reykjavík að búið sig að stytta opnunartíma félagsmiðstöð og sundlauga. Þau hafa ekki eins marga góða staði til þess að leita á kvöldin. Borgin, hún ætlar að þverskallast við og forgangsraðar ekki í þágu þessara barna. Þessi stað fráfarandi borgarstjóri sem hefur á þessu kjörtímabili verið erlendis á ferðalögum í meira en 90 daga. Það eru 18 vikur í fullu starfi. Það spurning hvernig forgangsröðunin hjá borginni en þetta allavega kallar á svör við slíkum spurningum. En það ekki öll vitleysan eins. Pírati og nokkrir vinstri grænir þingmenn, þeir hafa lagt það núna til að bann verði lagt við því að auglýsa jarðefnaeldsneyti. Þau telja sem sagt að það megi ekki auglýsa vöru sem löglega á markaðnum og á að ríkja samkeppnum. Hvernig hægt að halda uppi virkri samkeppni í samfélagi á vöru sem ekki má auglýsa? Ég held að þetta sé varasamur vegur að feta ef að allir þingmennirnir ætla að telja upp þau mál sem þeir eru á móti og finna leiðir til að banna það með lögum. Þá endum við í samfélagi sem ekki mjög gaman að búa í, eða hvað. Og af fjölmiðlavettvangi. Í gær bárustu tíðinda lögreglan á Norðurlandi hefði fellt niður mál gegn starfsmönnum Ríkisútvarpsins, fyrrverandi og núverandi í tengslu við hið svokallaða Byrlunarmál. Lögreglan sendi frá sér dálítið sérstaka tilkynning og benti á að fyrningarfrestir væri að líða og ekki hefði tekist nægilega vel til með að þoka málun áfram. Það var þetta sakborningarnir sjálfur sem hafa lagt hvað drýgstan skerf til þeirrar niðurstöðu því að þeir hafa gert allt sem þeir gátu til að tefja málið. Lögreglan telur þó að þeir virðist að einsins sé að sími viðkomandi einstaklings sem ræðir hafi verið afritaður á Ríkisútvarpinu og enn standa því uppi stóra spurningar gagnvart þeim mikla miðli sem að við dælum yfir 6 milljörðum í á ári hverju. Hvernig á því stendur að menn ástundi slík vinnubrögð? Það kannski í anda þess sem að við sáum líka daginn í ótrúlegri dánarfrétt sómakæran mann sem hafði fallið frá á níræðisaldri. Þá þótti Ríkissjónvarpinu við hæfi í fréttatímum sínum að niðra hann með því að tengja við mál sem áttu ekkert erindi í slíka tilkynningu. Svona Ísland í dag. Við ætlum að fara núna aðeins yfir stöðuna í Bandaríkjunum. Hermann Nökkvi Gunnarsson, blaðamaður okkar sem að fylgjast með þeim málum og verður út í Bandaríkjunum þegar kosningarnar fara fram. Hann ætlar að fara í þessu stöðu. Að því loknu komaðu Kristín Gunnarsdóttir sem að með hlaðvarpið komið gott og Björn Ingi Hrafnsson ritstjóri Viljans farið við fréttir vikunnar. Og að loknu því góða spjalli kemur hér í settið Sigurður Ingi Jóhannsson sem fjármála- og efnahagsráðherra Íslands. Komið sæl. 39 dagar þar ætla kjördagar rennur upp í Bandaríkjunum en þrátt fyrir það þá atkvæðagreiðsla hafin utan kjörfundar. Við ætlum að fylgjast þetta með viðtölu við 2 kjósendur sem að greiddu atkvæði í Virginíu nú á dögunum. January 6th, we have a guy who tried to overthrow the government already once, so I think he definitely shouldn't be elected again. But honestly, I would be voting Democratic anyway because that's just generally my policy issues that I agree with. I just wanted to make sure that I got in early in case there was some issue with fraud. Well, I don't agree with everything 100% with Donald Trump. I think he's the much better selection. Like I say, just his record. He already has a record with the economy when he was here before. And I believe that he's going to continue that. And he's going to, one of the other issues is the border, security of the border. He was very good on that. Já, eins og þið sjáið, þá þarna skipta skoðanir á Donald Trump og Kamala Harris. En Donald Trump og Harris hafi verið á ferð og flugi en þó aðalega í Pennsylvania, mikilvægasta sveifluríki enda með flesta kjörmennina. Við ætlum að fylgjast aðeins með hvað þau að segja við kjósendur í Pennsylvania. The American people face a choice between 2 fundamentally very different paths for our economy. I intend to chart a new way forward and grow America's middle class. Donald Trump intends to take America backward to the failed policies of the past. In this election, I believe we have an extraordinary opportunity to make our middle class the engine of America's prosperity. Think of the cruelty Kamala Harris is inflicting on the people of Pennsylvania. You live in a small town your whole life.
You pay your taxes. You really are exemplary. You pay everything. You do everything. You love your town. You love your country. You know the town so well by name, you're just so proud of it. And suddenly she flies in thousands and thousands of migrants from the most dangerous places on earth. We got to take our country back from these horrible people, because if we win Pennsylvania, we win the whole thing. It's very simple. Já, þeir eru líflegir fundirnir í Bandaríkjunum, en okkur tíðrætt Pennsylvania eins og þau voru ávarpað kjósendur í Pennsylvania og við tölum áttu kannanir og þá sérstaklega meðaltalið. Við miðum auðvitað við Real Clear Politics sem tekur saman meðaltal margra kannana. Við ætlum að skoða hvað þessar kannanir að segja. Hún leiðir að meðaltalið með 0,6% stigum í Pennsylvania, en sjáu þið síðustu kannanir. Jafntefli, jafnt. Trump plus 1, jafnt. Trump plus 2, jafnt. Harris plus 5, Harris plus 4. Það mjög óvenjulegt að sjá hversu jafna kannarnar eru í Pennsylvania. Þetta er eiginlega hálf ótrúlegt og þið sjáu það að því neðarsöðu förum því meiri tími liðin frá því að könnun var gerð, þannig að þetta fyrir það bil 2 vikum. Harris þar með plus 4 plus 5. Þetta svona, hún virðist þarna mögulega að vera að græða á kappræðunum en síðan þegar líður á tíman þá hefur jafnast út það sem hún græddi í kjölfar kappræðuna. En við skulum skoða stöðuna þess á landsvísu. Harris leiðir með það bil 2% stigum sem bara á pari við það sem hún var fyrir viku síðan og við verið svolítið með svipaðan damp síðustu vikurnar, engin stórfelld breyting þar og við skulum skoða þess að aðeins ríkin og sjá hver staðin þar. Trump hefur verið að styrkja sig í Georgíu, hann núna með rúmlega 2% stiga forskot. Við erum ekkert oft búin að vera að sjá það að frambjóðu séu með yfir 2% stiga forskot í þessu sveifluríkjum. Harris á sama tíma sterkust í Michigan með 1,8% stiga forskoti. Trump líka þokkalega sterkur í Arizona, 1,6% forskot, annars þar munar innan við prósentustigi. En í raun og veru eins og staðan núna í kjörmannakerfinu að miklu út af Pennsylvania þá Harris að leiða í kjörmannakerfinu og mælist miðað við þetta með 276 kjörmenn og það 270 til þess að vinna. En við ætlum að klára þetta innslag hérna í dag á því að fjalla aðeins annar mál sem eru þetta banatilræði við Donald Trump miðjan mánuð. Við fjöllum þetta í síðustu viku. Ryan Wesley Ruth hefur núna verið formlega ákærður fyrir banatilræði við forsetaframbjóðanda. Það kom í ljós og MBL fjallaði það á dögunum að hann skildi eftir þessi bréf sem hann skrifaði áður en hann fór á golfvöllinn í Florida. Í því bréfi segir hann að þetta hafi verið banatilræði. Hann sjá eftir því að hafi ekki náð að ráða Trump á dögum en hann sé tilbúin að borga rúmlega 20 milljónir króna til þess einstakling sem tilbúin að klára verkið eins og hann orðaði það. Við ætlum ekki að hafa þetta lengra sinni, ég sendi boltan aftur yfir á Stefán Einar. Komið sæl að nýju. Þetta var ágætt innslag hjá honum Hermanni Nökkva sem fylgist með bandarísku stjórnmálunum fyrir okkur og það allt í járnum þar, en það líka allt í járnum í íslensku pólitíkinni og við höfum þess vegna fengið 2 ágæta greinendur hingað á svæði til þess að fara yfir þá stöðu. Það eru þau Björn Ingi Hrafnsson sem ritstjóri Viljans og Kristín Gunnarsdóttir, hönnuður og stjórnandi hlaðvarpsins Komið gott. Velkomin bæði tvö. Takk hérlega. Pólitíkin á Íslandi, Björn, þú ert nú búin að vera spá því núna eins og fleiri í kannski 1,5–2 ára þessi stjórn sé búin að renna sitt skeið á enda. Nú Svandís Svavarsdóttir að taka við Vinstri grænum í næstu viku. Stjórnin að klára þetta, það síðustu droparnir? Ég held að það fari ekkert á milli mála en við gleymum því ekki líka að hún fór síðustlið vor. Ég meina þau hafa sjálfsagt Bjarni og Guðmundur Ingi það hafi þurft að mynda stjórnina aftur, fara í stjórnarmyndunarviðræður. Það voru aðrir kostur á borðinu þá. Ég veit að innan þingflokk Sjálfstæðisflokksins voru margir sem vildu gera breytingar og ég held að þær raddir hafi ekkert orðið hljóðari eftir því sem á líður. Nú það að gerast, finnst mér, sem að handritið sagði að leið og Svandís tilkynnir þetta, þá mun hún líka tilkynna hvenær eigi að kjósa og svo til að fyrir landsfundi VG að slíta. Ekkert að þessu á að koma óvart, nema það virðist vera kannski að forysta Sjálfstæðisflokksins sé alltaf jafn undrandi þegar eitthvað svona gerist. Jafnvel þó að allir hinnir hafi verið búin að sjá það. En Svandís segir, ég vil kjósa í vor, en á sama tíma segir hún, við förum ekki lengur útlendingamálunum og svo telur hún upp hvert mál á þetta öðru. Það því kraftaverk að stjórnin héldi fram á vor með þessar svona línur sem hún leggur. Já, en sko þetta ekkert hefðbundin stjórn. Ég meina, hún að sjálfsögðu fallin. Þetta fólk talast varla innbyrðis við. Þingfundurnir eru þannig að það ekkert að gerast út af því að þau vilja ekki vera of mikið í sama húsinu, sko. Þannig staðan.
þú veist, og landsmenn bara líða fyrir það. Þau rauninni tala endalaust illa sína eigin ríkisstjórn og segja síðan alltaf, svo mikilvægt að halda áfram okkar góðu verkum, þú veist, ég meina að þjóðin horfir bara upp á þetta og þetta einn allsherjar steik. Kristín, Svandís Svavarsdóttir, hún að koma af, leiði mér að segja, vægðarleysi inn í þetta forystuhlutverk, ekki hægt að segja það? Jú, við getum alveg sagt það. Hún kemur alveg spangólandi núna inn á sviðið og ætlar greinilega að reyna að æsa hans upp grasrótina myndi ég halda, eða þú veist, ég held að það sé það sem hún að gera, hún að fara inn í þessi 3 mál sem þessi ríkisstjórn myndi utanum, þú veist, orkumálin þau eru bara alveg að koma, hún að fara að hjóla í þau, hún búin að taka útlendingamálin og þetta hvalveiðiatriði sem virðist vera eitthvað ótrúlegt mál fyrir Ölsen og fleiri. Þannig að en ég samt segi svolítið eins og Bingi, ég skil ekki alveg okkur með svona brjálæðislega læti núna ef hún ætlar að kjósa í vor. Þannig að þú veist, ég held að, þú veist, Bjarni mun náttúrulega aldrei sprengja, það alveg þannig. Það verður ekki hans síðasta eitthvað verk sem mögulega formaði Sjálfstæðisflokksins að sprengja ríkisstjórn. Þú veist, hann bara allt og vel upp á alinn í það. Hann mun aldrei gera það. En mun þá ekki Svandís bara ná öllu sínu fram ef það staðan? Já, ég veit það ekki, sko. Erum við ekki að því nú þegar? Já, svolítið, en sko ég nefnilega með eitt. Ég held sko að því að þú veist, Bjarni vill halda áramótaávarpið. Það alveg ljóst. Hann fekk það ekki síðast þegar hann forsætisráðherra. Heldur að það sé ástæða? Hann vill gera það. Hann vill vakna, fara í bingogallan og flytja þetta ávarp. Þannig að ég held, og bara þú veist, ég ekki að setja sér ráðgjöf eða eitthvað, en þú veist, ég held að Svandís muni vakna 30. desember, akkurat 6 vikum áður hún fær útborgað og leysa upp þessa stjórn. Þannig að, en hann mun fá að flytja ávarpið þar áttur í því? Já, þú veist, það verður svona svolítið erfitt daginn eftir en hún sprengir, er það ekki það? Já, aftur... Þetta náttúrulega rauðdagur, það alveg rétt. Já, en það má sprengja stjórnir á rauðundum. Það er ekki bundið við vinnuvikum. Og hefur verið gert á nóttunni, eins og Bjarni hefur áður lent í sjálfur. Og munaði minnstur núna daginn vegna brottvikningar málsins á Keflavík. Akkurat, en það sem ég held að séu þetta bara, staðan það að VG ætlar að bjóða þeim upp á nánast hvað sem á næstunni. Svandís þetta bara búin að átta sig á því að hún verður að reyna að endurheimta eitthvað af þessum róttæka vinstriflokki sem var og mörgum þótti þá kannski ekki passaði ríkisstjórn en væri mikilvægt aflaðna lengst til vinstri. Nú hefur hann haft forystu ríkisstjórn og verið aðilega þessa ríkisstjórn lengi en virðist núna allt í einu ætla að stilla sér upp í stjórnarandstöðu, talar mikilvægt þess að hafa félagshyggjustjórn, flokkur sem í ríkisstjórn og ætla sér greinilega að skipta bara samfylkingunni inn fyrir Sjálfstæðisflokkinn eða eitthvað slíkt. Og út frá pólitískri leikjafræði þá bara mjög flókin staða þegar allir vita að forsætisráðherrann vill nánast gera hvað sem til þess að halda þessu saman. Ef engin annar á því ferðalagi með honum. Þetta væri allt öðruvísi ef við fengjum á tilfinninginu og þau væri með sameiginlegt plan. Við getum verið ósammála sumu og annað er gott. En það hver höndun upp á móti annarri? Þú veist, það bara hver og einn ráðherra sem á sinni siglingu. Þau ekkert að bera saman bækur sínar og koma yfirleitt að fjöllum þegar rættir málefni annars. Formaður Sjálfstæðisflokksins hefur lýst yfir að útlendingamálin séu í forgangi. Dómsmálaráðherrann sem hefur tekið á sig þungan skell eftir þetta brottvikningamál, Guðrún Hafsteinsdóttir, hún hefur það verkefni að leiða það til lykta að koma hér á lokuðum búsetuúræðum og öðru slíku. Svandís Svavarsdóttir er búin að lýsa því að það hafi ekki stuðning inn í VG. Verður ekki Guðrún bara að slíta þessu? Eða verður hún ekki bara að segja af sér sem ráðherra í ljósi þessara nýju stjórnmála? Ég meina, hún gæti náttúrulega bara hringt í íspilin og bara slitið stjórninni einhvern veginn og haft þetta bara svolítið skemmtilegt. Ég meina, það alveg einleið. Ég held samt hún gerir það ekki. Þú veist, þetta náttúrulega bara mjög innprentað inn í Sjálfstæðisflokkinn að þeir séu svo óðbúslega stjórntækir fram í fingurgóma. Þannig að ég sé það einhvern ekki gerast að þau sprengið þetta. En myndi flokkunum græða á því? Flokkarnir hljóta að vera farnir að setja upp debet og kredit reikning það hvernig þið geta mögulega reynt að hífa fylgið aðeins upp því að allir ríkisstjórnarflokkarnir eru bara niður í gólfi með fylgið. Algjörlega. Ég held ef að Guðrún ætlar að gera það þá líka skal hún gjöra svo vel og bjóða sig fram til formanns bara leið, myndi ég að segja. Þannig að það væri náttúrulega svona svolítið pungur í því múfi, þannig að hún geti alveg gert það. Hefði ekki Guðrún átt að neita að kalla lögregluna til og stöðva aðgerðina á Keflavík? Væri hún þá ekki með pálmann í höndunum? Sjálfsögðu átti hann að gera það og hún löskuð mjög eftir þetta vegna þess að hún segist sjálf að fara í gegn eigin sannfæringu og án lagaheimildar. Það bara mjög alvarlegt mál. Ef að sjálfstæðismenn hafa verið þeirri skoðunar að þeir geta ekki undir neinum kringumstæðum verið flokkur sem láti spyrjast að hafi sprengt stjórnina, þá var þetta núna fyrir 10 dögum málið sem að þeir hefðu getað notað. Þeir hefðu getað sagt einfaldlega bíddu nei, við ákveðum ekki dagskrá ríkisstjórnarfunda á nóttunni
og þetta búið að fara í sitt bundna lögformlega ferli. Ráðherra getur ekki verið með inngrip í því eða rætt svona mál á ríkisstjórnarfundum. Og látið svolítið eins og í spilum, séð á spil andstæðingsins. Hvað ætluðu þá VG? Ætluðu þeir að sprengja þessu? Býtu þá var Sjálfstæðisflokkurinn ekki að sprengja? Með því að láta bara málið hafa sinn gang og grípa ekki inn í störf lögreglunnar. Fara eftir þeim, allt sem Guðrún hefur sagt. Ég að reyna að einfalda, þetta verður að vera almennar reglur fyrir alla, ekki með pólitísku inngripi ráðherra. Hún þurfti að varpa þessu öllu fyrir róða að kröfu VG. Og hverjar eru þakkir VG? Jú, við sjáum það strax. Það kemur bara nýtt og nýtt mál þar sem þeir stilla samstarfsflokknum upp í vegg af því að þeir eru bara komnir í sína pólitík að endurreisa flokk sem auðvitað í grundvallaratriðum bara hatramur andstæðingur Sjálfstæðisflokksins og hefur auðvitað alltaf verið. Og sýnir mjög spilum núna. Kristín, ég veit að þú sérstakur áhugamaður Bjarna Benediktsson. Heldur að hann verði áfram formaður eftir landsfundinn í febrúar? Sko, ég held að hann langi ekki til þess að hætta. Ég held það. Ég held að hann sé engan veginn, þess vegna segir hann náttúrulega ekkert þetta almennilegt. En ég held bara, ég efast að hann fái einhverja kosningu til þess að halda áfram. Þannig að ég held að muni svona nauðbeygður mun þurfa að hætta, held ég. Mun ekki Sjálfstæðisflokkurinn alltaf bakka upp sitjandi formann? Jú, það getur vel verið. Þannig hefur það verið hingað til, en Nema 91? Jú, en sko, alveg sama hvaða sjálfstæðismann maður talar við allt land. Þeir hafa mjög miklar ágjörðir þessari stöðu. Og til hamingju Stefán, sko, það ekki lengur marktækur munur á Sjálfstæðisflokki og Viðreisn. Miðflokkurinn þarna fyrir ofan. Ég held ég hef verið hér í þætti þar sem ég fyndist stundum eins og markmið hjá Sjálfstæðisflokknum væri að fara niður fyrir miðflokkinn með ákvarðanir sem hafa verið teknar og það hefur bara allt gerst. Það snýst markmiðasetningu. Jú, en skilur, þú veist, þau þurfa að sýna okkur að þau sko kunni eitthvað í pólitík vegna þess að ef Sjálfstæðisflokkurinn á ekki að fá einhver allra verstu útreið í sögunni, þá verður eitthvað að gjörbreytast, það blasir bara við og þingmenn og ráðherrar flokksins vita það alveg. Það ekki endalaust að vera með svo óskaplegu kurteisi eða meðvirkni gagnvart forystunni þegar að þetta blasir við öllum. Einn er sá forystumaður sem að siglir ligna sjó, það Kristrún Frostadóttir. Það er bara eins og að hún geti haldið sig á Bahamas hvað sem tautur og raular. Já, nema kannski vegna tíðinda sem að bárust í morgunum að Þórður Snær Júlíusson sé að bætast í þann fríðaflokk sem að í því föruneti. Einmitt, sko Kristrún, já, hún náttúrulega hefur gengið fram með ofboðslegum hætti undanfarið. En það samt held ég alveg hjá hann alveg smá kalt á tóknum, sko. Af því að ég meina, þú veist, þetta þessi flokkur, ég meina hún þarna, en ég meina allir hinir. Þetta svona svolítið eins og okkur svona svolítið súr kennarastofa, þessi flokkur, finnst mér. Og Ertu með einhverja sérstaka í huga? Það bara svona stemmingin annað finnst manni. Fyrir utan hún og Jóhann Páll þarna eitthvað tvíeyki og svo eitthvað svona restin sem eitthvað svolítið súr. Þannig að ég held að það sé mjög mikilvægt fyrir hann núna, sérstaklega sem hún núna í skoðanakönnunum aðeins að trenda niður á við. Allavega við hliðin og Viðreisn og Miðflokki, að þú veist, hún þarf að, því ég held með henni, sko. Ég segi bara, þetta bara gömul bekkjarsystir mín og bara flott kona, sko. En ég held hún þurfa bara réttinni eina menn upphillu og hún þarf bara að taka til í þessum flokki og að sýna okkur eitthvað lista. En hún ekki búin að vera að taka til? Það hefur aldeilis dottið af vagninum. Já, en það svona fólk að fara í miklu fússi, sko. Þú veist, maður veit nú kannski ekki alveg hvað gerist bak við tjöldin. Þú vilt að hún hafi frumkvæðið því að henda fólki út? Yes, ég vil það. En það líka með Þór Snæ, þú veist, ég held að fyrir alveg stóran kjósendahóp, sérstaklega svona í eldri kantinum, sem mjög ánægði með að fá Þór Snæ þarna umborð og mér finnst það alls skemmtilegt. En hún þarf þá líka sérstaklega í ljósi þessum Jón Gnarr gerði í gær, að hann ákvaða stilla sér við hlið Þorgerðar og þeirra í Viðreisn, að það þarf að koma líka með eitthvað sem svona í smá stuði, sko, þú veist. Þórir Snær náttúrulega með allan harm heimsins á herðunum alla daga, sko. Þannig að, þú veist, fólk nennir ekki bara að horfa okkar leiðilegt, sko. Harmljóðin nú vinsælar bókmenntir, en það var annar mál. Ég held að það sé alveg rétt sem þið voruð að segja, sko, Samfylkingin á eftir að kynna sína lista og Kristrún og hennar fólk vill sjá breytingar. Þau hafa bara að tala með þeim hætti. Það margir í þingflokknum núna sem auðvitað ekki hrifnir af öllu sem hefur verið að gerast og hún hefur ekkert haft þingflokkin með sér. Þau geta bara ekkert snert á henni vegna þess að hún hefur verið með slíkt fylgi og verið svo mikill kraftur í flokknum. Þú ert að vísa þar fyrst og fremst í Oddnýju Harðardóttur eða ekki? Jú, bara fólk sem tilheyrir þá gömlu Samfylkingunni sem að Kristrún hefur beinlínis talað alveg eins og verkefnaflokkurinn í Bretland hefur gert. Og Samfylkingin hefur aðeins verið að dala í könnunum, þrátt fyrir að vera með svona afgerandi forystu.
Og ég held að þetta verið svolítið athyglisvert að sjá þetta með Jón Gnarr. Margir hefðu kannski talið að hann gæti farið í Samfylkinguna. Honum finnst þau greinlega of vinstri sinnuð. Og hann hefur færst mjög hratt til hægri og hann gerði það nú beinlínis bara innan kosningabaráttunar í forsetakjörinu. Það fylgist bara með því gerast í rauntíma. Nei, en ég held ég sé samt ekki að segja neitt sko leyndarmál, en ég upplifið það bara sem miðaldra karlmaður. Að mér finnst ég vera hægri sinnaður sko með hverju morgninu sem ég vakna. Já, við tekjum því. Þannig að ég skil það vel sko. Vinstri mennir hljóta þá að fagna því að þeim fækkar alltaf mótnunum sem við vöknum það ekki. Þetta hlýtur einhver tíman að taka enda. Nei, skilji, að Þórður Snæ sé í Samfylkingunni held ég að kom ekki nokkrum einasta mann á óvart. Ég gerir það á því að málefnaskrá flokksins muni lengjast umtalsvert. En heldur þetta afl flokknum fylgir? Ég veit það ekki. Þetta allt, mér finnst stóra spurningin hvort að Dagur B. Eggertsson ætlar í framboðið ekki. Kristrún, alveg eins og breski verkamannaflokkurinn, tala fyrir breytingum, breytt samfylking, fyrir breytt Ísland, við ætlum að gera þetta allt öðruvísi og svo leiðis. Og allt það í húfi ef að hann situr við hliðina á henni. Sem gamla Ísland? Sko, Dagur B. Eggertsson bara jafn umdeildur stjórnmálamaður, hvort sem okkur líka betur að vera, eins og Katrín Jakobsdóttir og Bjarni Benediktsson. Búin að vera lengi á sviðinu. Og taka mikið til sín. Þannig að allt það handrit þyrfti að endurskrifa og kannski þá Þórður Snær bara komin af stað í það verkefni. Já, hann hefur skrifað nokkra bækur. En heldur að Kristrún sé þá ekki á þeim buxunum að fá Dag inn í framboð? Ég held að það sé mjög skiptar skoðanir af því að þau gera sér grein fyrir þessu. Ekki skiptar skoðanir hjá Kristrúnu sjálfur, hún lítur bara að vera á einni skoðun, það ekki? Innan Samfylkingarinnar, ég hef ekki spurt Kristrúnu á þessu beint. Hins vegar held ég að Dagur hafi líka mikið með sér og eigi mikil ítök í starfi Samfylkingarinnar í borginni eftir að hafa verið borgarstjóri og oddviti flokksins í borgarstjórninni í mörg ár. Þannig að ég held að þetta sé bara flókið mál, en það bara lúxus að þurfa að velja, en það verður ekki allir ánægðir þegar niðurstaðan liggur fyrir. En það ekki einmitt líka það sem gerist þegar flokkar fara með heimisskautum, maður nefnir Samfylkinguna augljóslega, Miðflokki líka, það fyllast biðraðir af lukkuriturum sem vilja koma að stað og telja sig geta fengið ódýr þingsæti? Algjörlega, það er alveg pottþétt að gerast sko. En með Dag, ég meina að þú veist, jú, hann umdeildur en hann er með frábært hár, þú veist, ég hef bent á það í löngumáli. Þú heldur að það hjálpi? Það hjálpar alltaf og þú veist, það er bara svoleiðis. En líka, ég meina, hann tuttaðist þarna sem borgarstjóri og hélt hópnum saman svona á einhvern hátt, bara í rauninni bara árum saman, þannig að ég veist það nú, það er honum til hrós. Var hann ekki gjörgæslulæknir áður en hann fór í pólitíkina? Já, ég meina, hann hefur einhverja hæfni og ég meina, þú sér hvað er að gerast í ríkisstjórninni. Bjarni hefur enga, sko, stjórn á neinu og Svandís bara einhvern veginn að trillast og Sigurður Ingi segir ekki neitt. Hann segir kannski eitthvað þér á eftir, ég veit það ekki. Það kemur í ljós. En hefur Dagur B. ekki svona tímið? Hann er búin að vera 90 daga erlendis á kjörtímabilinu. Ég held að kjörtímabilinu væri ekki eins og búið að vara í svona marga daga. Hefur þetta engin áhrif á hann þegar að svona tíðindi berast af knækta lífi stjórnmálamanns? Ég tek alltaf screenshot því ég sé frímyndir af DIB. Mér er svo gott að sjá hann þegar hann er frí. Hann er bara svo slakur. Sko. Hvílist vel. Hann hvílist vel, þú veist. Og hann þarf að taka orlof, það er alveg ljóst. Heldur þetta hafi áhrif á hann, Björn? Nei, ég held ekki. Og það sé teflon? Eitt sem að við skulum átta okkur á með Dag er að hann er alveg greiðlega klókur stjórnmálamaður. Hann hefur marg oft sko lent í því að tilheyra meirihluta sem fellur en hann bara bætir við hann. Þegar Einar Þorsteinsson og Framsókn vann kosningasigur síðast þá stilti hann því hann upp að hann hefði enga aðra kosti heldur en að vinna með gamla meirihlutanum og þetta verður allt verið gert eins og hann sé mikill pólitískur klækjarefur sem hann er, vel lesinn og að sér. Þannig að hann er ekkert búinn að segja sitt síðast að við skulum ekki halda það eina sekundu. Nei. En hvar er hann? Dagur? Sérst ekki neitt? Nei, það veitum að setja ertaka á kallum. Já, gaman að vita. Segðu mér eitt mál sem að tengist Þórði Snæ og það er ekki tilviljun að hann er að fara í þetta framboð núna. Nú er búið að fella niður þetta mál vegna hinnar meintu byrlunar, símastuldar, afritunar á síma Páls Steingrímssonar. Hvernig finnast ykkur lyktir þessa máls með við niðurstaðana sem lögreglan kemst að? Fella málið niður en einhvern veginn láta því liggja að þarna hafi verið maðkað mjöl? Já, þetta er búið að vera, þetta mál er bara búið að malla svo lengi að ég þarf eiginlega bara að biðja gervigreindina að sjóða þetta eitthvað saman fyrir mig til að kjarna hvað gerðist þarna.
Ég veit það ekki, ég las hann í einhverju grein að hann var búin að vera með stöðu sakbortings í einhverja 100 daga, einhverja 600 daga eða hvað það var, sko. Þetta náttúrulega fáránlegt hvað þetta búið að taka langan tíma. En það ekki alþekkt eins og í hrunmálunum, menn hafa haft stöðu sakbortings í áratug eða meir? Já, þú veist, Byrlunar símamál á sama kaliberi og bankahrunið það? Erum við þar? Ég sé alvarlegra að reyna að drepa fólk heldur en að fella banka. Ok, ok. En þú veist, þetta var líka eitthvað svona, þetta eitthvað einkamálarna líka sem að, þú veist, sullast sama við stærra pólitískt mál. Þannig að þetta mér finnst þetta mjög mikill bara svona sullukrókur, allt þetta mál. Þannig að ég veit ekki eins og hvað mér finnst niðurstöðuna á þessu máli. Ég eiginlega bara hef ekki skoðun á því. En ég bara fegin að, þú veist, þetta sé búið og við getum hægt að pæla í þessu, sko. Björn gamall fjölmiðlamaður, RÚV bara úr snörunni með þessu? Það verðist lögreglan greinilega til þess ekki komast neitt áfram með málið og hérna þarna á bakvið svona persónulegur harmleikur. Þetta bara ömurlegt mál. Það hins vegar ekkert eins og hefur haldið fram að lögreglan hafi verið að reyna að finna einhvern heimildarmann. Hann alltaf legið fyrir. En þetta svona klassískt dæmi þar sem báðir aðilar hafa allt aðra sögu að segja niðurstöðuna. Við tökum eftir því að sakborningarnir eru að tala með allt öðrum hætti heldur en skipstjórinn og hann reyndar segist alltaf kæra þetta til ríkissaksóknara, þannig ég veit ekki hvort þetta búið en auðvitað á ekki svona mál að taka svona langan tíma og hérna bara nauðsynlegt að fá einhverju lyktir í það. Og vonandi að þessi fjölmiðlamenn sem eiga þarna í hlut sýni því þá líka skilning þegar aðrir eru settir í þessa sömu stöðu árum saman sem sakborningar. Það ekki víst að þeir geri það. Það ekki alveg víst. Ég eiginlega verð að spyrja ykkur bæði tvö í ljósi allra umræðunar pólitíkina og út af umræðunum listana og uppstillingu þeirra. Ég búin að spyrja meðal annars Sigmund Davíð út í þau mál. Ekki einhverja líku til þess að þið blandið ykkur í þetta? Þið eru mikið á vettvangi að ræða menn og málefni pólitísk? Nei. Það eru engar líkur á því. Heiðrún Lind sagði það líka en það trúir því enginn. Sko, ég hætti í stjórnmálum 2007 og bara eiginlega hverju ári síðan þá maður alltaf spurður og þannig að það verður ekkert breyst í því. Mér hefur einu sinni svona formulega verið boðið að ganga til liðs við flokk og fara í framboð. Þá baði Inga Sæland mig að hitta sig á kaffihúsi og bara spurði mig. Mér fannst það svo flott hjá henni sko að vera einhvern veginn í því að tala við fólk og stilla upp á lista. Ég afþakkaði, en þetta bara ekki neitt sem á dagskrá. Heillar þið ekki lengur. Taldum Ingu Sæland. Mér finnst pólitík mjög heillandi og mér finnst staðan í íslensku stjórnmálum alveg einstaklega heillandi nú stundir. Það betra að tala hana heldur en að stunda hana. Það bara spurning. Ég veit ekki hvort að ég geti satt nefið Ingu Sæland, sko. Það alveg þannig, sko. Hún er auðvitað stórkostleg, var hér í þætti með Jónu Gunnarsson liðinni viku og átti stórleik bæði utan vallar og innan. Talandi þá pólitík, Kristín, ég býð þér hérna því að þú hefur einmitt farið mikinn eins og Inga Sæland frænkaðinn í hlaðvarpinu komið gott og þið látið vaða í fólk af hörku. Ég hef nú verið sagður að vera dónulegur á netinu en ég eins og bara leikskólabarni í samanburði við ykkur Ólöfu Skaftadóttur. Nýjasta þættinum tókuði Mörtu Guðjónsdóttur borgarfulltrúa allrækilega fyrir. Þetta eitthvað sem kom að skala og fólk bara vona því að veghefillin verði settur á það hér í viku hverri? Já, ég ætla bara að vitna í móður mína sem sagði, segðu bara að það sé engin óhulltur fyrir þínum athugasemdum og það alveg rétt hjá henni. Það engin óhulltur fyrir okkar athugasemdum, okkar Ólafur, en Marta Guðjóns, eina sem ég þekki af henni einhver kennslukonu-störfi í 90s, sko, þannig að ég þekki henni ekki persónulega, en það sem ég get alveg sagt hana Ólöfu mína að hennar dyr standa alltaf galopnar fyrir vandamál annara og hún einhvers konar sáluhjálpari fyrir bara hálft alþingi. Þannig að eina sem ég heyri núna í vikun að það bara fólk sem vill reisa henni styttu fyrir framan ráðhúsið til þess að þora meðan aðri þegja, sko. Er hún spegill sálarinnar fyrir stjórnmálamenn? Á einhvern hátt, já, það myndi ég segja, sko. Þess vegna er svo gott að vera með hana í hlaðvarpinu og ég get bara verið svona, þú veist, skattgreiðandi á kantinum, sko, sem hefur einhverjar meiningar, sko. Viljinn er á fullu, það kosningavetur yfirvandi, hvað er að vanta hjá þér? Bara þetta dæmi sem þú nefnir þetta stórmerkilegt og afhjúpar kannski eitthvað sem er búið að tala heil lengi. Það er ákveðna eineltismenningu sem hefur verið í borgarstjórnarflokki Sjálfstæðisflokksins og þó að það sé hægt að segja af því grínsögur þá er þetta líka stórfurðulegt og skrítið mál að þannig er ekki virt að það sé fólk í oddvitasæti. Hann sér sundur þykkur þessi borgarstjórn. Já, greinlega og það þarf þá að skoða það mál vegna þess að það er sannarlega búið að skipta aftur og aftur oddvita
en ef að ákveðin öfl hagar sig með þeim hætti með þessum sem þarna var lýst, þá það náttúrulega með hreinum ólíkindum. Þau fengu vinnustæðarsálfræðing inn í þingflokk Samfylkingarinnar, myndirðu mæla með því fyrir borgarstjórnarflokk Sjálfstæðisflokksins? Ég held að þetta sé eitthvað sem eigi að skoða sjálfsögðu, en þetta líka bara svona ákveðin grundvallaratriði. Þú verður að virða reglurnar, þú verður að virða niðurstöður til dæmis í prófkjörum og ef að flokkur búin að útnefna sér oddvita, þá þarf að virða það. Þetta forvitnilegt mál. Rétt að fá ykkur til þess að rýna í spádómskúluna sem Inga Sæland skildi eftir hér í síðustu viku. Hvernig haldið að bara næstu vikur muni spilast? VG með sem fund núna í næstu viku. Hvað erum við að fara að horfa upp á í október? Það erfitt. Mér líst bara illa á það sem að gerast núna, bara til að vera alveg hreinskilin. En þetta ægilega mikið fjör fyrir okkur hin sem erum inn á kantinum og erum að bjóða upp á athugasemdir. Þannig að þú veist, ég bara pínu spennt. Eru virkir í athugasemdum mjög ánægð með þetta? Já, þau eru mjög ánægð með þetta og við sem teljum okkur vera í stakkbúin að útvarpa okkar athugasemdum, við erum bara hrifin En þetta bara eins og Björn Ingi sagði hérna áðan, ég meina, þetta býður náttúrulega bara upp á það að þó þau segja allir að kjósa í vor, þá basically mun ekki neitt gerast þangað til í vor, bara ekki nokkur skapaður hlutur í neinum af þessum málaflokkum sem þið segjast alltaf vinna eitthvað í eins og orkumálum, þannig að þetta verður bara eitthvað skötu líki. Núna allavega hvað varðar eitthvað aðgerðir hjá þessum flokkum myndi ég halda og þessari ríkisstjórn? Nei, þetta bara allt í háa loft. Við sjáum það líka, það eru deilur innan Pírata, þú veist, það er allir flokkar komnir í kosningahaminn, það sem áhugavert. Ef það slitnar núna bara á næstu dögum, hvað gerist þá? Til dæmis Sjálfstæðisflokkurinn ekki með landsfund fyrir í febrúar. Þannig að ef það slitnar fyrr, þá ætlar þó bara Bjarni að halda áfram og leiða flokkin. Mikið það flýtt landsfundi? Jú, þetta nefnilega gríðarlega áhugavert allt saman og Heldur að Þórður Þórðarson sé að teikna upp B-plan það? Það hlýtur að vera, það bara hlýtur að vera. Svandís sem var að lýsa til dæmis þessu yfir með útlendingamálinu í gær, hún veit algjörlega hvað áhrif það hefur. Já, með Áslaugu Örnu sem gest hjá mér í stjórnmálaspjalli á vinnustofu Kjarvalívikunni, hún vill sjá ríkisstjórn, Miðflokks, Sjálfstæðisflokks og Viðreisnar. Þetta allt komið út allt og fólk farið að máta sig inn í einhverju framtíð. Já, þetta eins og einn risastór konfettkassi. Þakka ykkur kærlega fyrir komuna í Fréttir vikunnar, Kristín Gunnarsdóttir og Björn Ingi Hrafnsson. Hér eftir örskamma stund Sigurður Ingi Jóhannsson sem fjármála- og efnahagsráðherra. Við ætlum að fara yfir stöðuna í hagkerfinu og ríkisfjármálin, þar sem að menn ætla að halda áfram að skila halla hér. Já, ég segi ekki út í það óendanlega en allavega nokkur ár enn. Sjáumst þá. Herragarðurinn klæðir þig vel. Komið sælað nýju. Hingað til mín kominn Sigurður Ingi Jóhannsson sem fjármála- og efnahagsráðherra, en hann þetta líka formaður Framsóknarflokksins og einn af þremur leiðtogum ríkisstjórnarinnar. Blessaður og sæll, Sigurður Ingi. Sæll. Gott að sjá þig. Mér langar til að ræða við ríkisfjármálin sem þetta risa hagsmunamál sem allra augu beinast að, en það ekki komist hjá því að ræða bara ástandið í pólitíkin almennt. Við erum að horfa upp á það að sennilega núna í næstu viku verður skipt að nýju forystumann í einum hinna þriggja stjórnarflokka sem hafa haldið saman síðustu 7 árin eða svo. Hvernig líður þér í þessu umhverfi? Margir halda Bjarni sé að fara, ertu farin að óttast að standa einn eftir þarna? Sko, það nú vika langur tími pólitík. Ef þú ert í þessu þá þarftu nú bara að lifa við það að það ekki allt greift í stein. Við höfum verið í árangursríku samstarfi í 7 ár. Það hefur þetta gengið á ýmsu, sérstaklega svona seinni árin, sem ekkert skrítið, ólíki flokkar og eins og við höfum oft farið yfir áður. En hvað einstaka flokkar taka ákvarðanir hvernig þeir stilla sínu liði upp til forystu eða eitthvað, það verður bara hver flokkur að sjá fyrir sig. Var fullkomin samhljómur á milli ykkar, Guðmundar Inga og Bjarna Benediktssonar, að hann myndi leiða ríkisstjórnina þegar að Katrín Jakobsdóttir vék af vettvangi? Já, við töluðum auðvitað saman það og alveg opinskátt og það voru vissulega einhverjir valkostir aðrir í stöðunni. Eins og hverjir? Ja, til að mynda að ég hefði getað verið leitt ríkisstjórnina sem dæmi
við ræddum það, en hérna... Kom til greina Guðmundur Ingi gera það? Nei, það kom nú ekki til greina, ekki okkar mati, en það var auðvitað sérstakt í ríkisstjórn Katrínar að þar voru 3 fyrrum forsætisráðherrar, Bjarni hafði jú verið forsætisráðherra áður og ég líka. Og þegar við hittum Angelu Merkel þá fannst henni þetta mjög sérstakt að horfði á Katrínu með aðdáðanur augum, hvernig hún hefði stjórn á svona ríkisstjórn með 2 fyrrum forsætisráðherrum. Og það var ekki bara ansverðint góða stjórn á ykkur? Við vorum býsna góð í að tala saman og ég held hún hafa bara svaraðið með þeim hætti að okkar samstarf gengi ljómandi. Þannig að það var bara niðurstaðan að okkur fannst þetta vera eðlilegast og við vorum þá sammála það og heldum þess vegna áfram því að þú heldur ekki áfram þegar þú ert á svona tímamörkum öðruvísi en þú sést sammála hvert þú ert að fara. Þið handsalið samkomulag það að klára þetta kjörtímabil. Það var mjög skýrt í tali ykkar allra þegar að Bjarni tekur við forystutöfunum að þið ætla að klára þetta kjörtímabil. Nú ljóst að Guðmundur Ingi að hverfa úr stjórninni, eða þar að segja hverfa úr forystusætinu, verður áfram í ríkisstjórn gerir ég ráð fyrir. Eða verður nýr formaður sem ég geng út frá að Svandís Svavarsdóttir verði, hún bundin að þessu samkomulagi eða var þetta samkomulag milli ykkar 3 persónulega? Ég myndi bara segja að við alla jafna þá eru þetta kjörtímabil 4 ár og við sögum bara við ætlum að klára hér fullt af verkefnum sem að við vorum þá ekki búin að. Við náðum reynda mjög miklum árangur í síðastliðið vor í gegnum þingið. Engu að síður eru verkefni enn sem við erum að vinna og ég vil bara segja eins og staðan núna þá væri það fullkomið ábyrgðarleysi ef ríkisstjórnin héldi ekki áfram við þær aðstæður sem uppi eru. Það liggur fyrir að það einhver vaxtaákvörðun Seðlabankans í næstu viku. Ef að ríkisstjórnin til að mynda flosnaði upp í þessari viku eða síðustu viku, þá væri það fullkomið ábyrgðarleysi í þeirri stöðu. Ég held að líkurnar á því að vaxtalækkunarferlið myndi hefjast í næstu viku væri úti ef það bættist hér við pólitísk óvissa. Það fullt af verkefnum, þú nefndir hérna ríkisfjármál og efnahagsstöðuna, við erum á góðri leið, þetta alltaf koma eins og ég hef sagt, en það gerist ekki nema að því sé fyllt eftir. Það pólitísk óvissa uppi þó að ríkisstjórnin haldi, hún hefur hangið að bláþræði hér. Það var það sem ég var að segja, í svona pólitík þá auðvitað alltaf einhver óvissa. Hún meiri núna en hún var fyrir 3 árum? Já, hún það. En eitthvað meiri eða minni en hún var fyrir einhverjum 3 mánuðum? Það svo allt annað mál. En var samkomulagið milli ykkar 3 einstaklingana eða það milli flokkana? Svandís bundin af þessu? Að ljúka kjörtímabilinu? Við höfum og ræddum það áður en að til þessa kom að við myndum þurfa að taka ákvörðun það milli flokkana og segja frá því tímalega bara með virðingu fyrir lýðræðinu og öllum stjórnmálaflokkum og gefa fólki tíma til að undirbúa sig, stilla á lista eitthvað slíkt, hvort að við myndum stefna því að kjósa næsta haust og klára kjörtímabilið að fullu eða hvort að það kemur til greina að kjósa vori eins og margir hafa rætt vegna þess að það var hefð fyrir því áður. Við höfum hins vegar ekki rætt það til hlítar. Nú hefur Svandís lýst því yfir og hún vilji kjósa næsta vor. Heyrðu það? Hvað þýðir það fyrir stjórnarsamstarfi? Verða menn ekki að dansa eftir þeirri kröfu þegar að... Hún lýsti því reyndar yfir að vera enn persónulega skoðun. Já. Sem þýðir að ef við setjumst niður og hún verður formaður eins og við skulum bara gefa okkur, ég held að allar líkur séu á því. Við myndum setja peningin á það í fjármálaráðuneytinu. Já, klálega. Ef við værum í að veðja, þá myndum við gera það. Setjum allt á rauðan. Þá myndum við gera það ef við værum að veðja, en sem sagt, já, við myndum þá eðli máls setjast niður eftir það og ræða það til hlítar og koma saman fram með ákvörðun. En nú á sama tíma þessi fundur framundan hjá VG og þar liggur líka fyrir tillaga frá áhrifafólki innan flokksins það að slíta stjórnarsamstarfinu núna. Ertu ekki uggandi yfir þessu? Þar að segja, ekki bara stór hætta á því að við þessi stólaskipti innan VG að þá komist þannig rót á málefni eins af stjórnarflokkunum sem hefur verið í forystunni í 7 ár af þessum 8 sem þið stemduð á, að þetta flosni bara upp núna og menn verði bara búið til kosninga kannski bara á aðventunni? Mér finnst það ólíklegt, ég veit það ekki, ég ekki í VG og það sá hópur sem tekur ákvarðanir. Ég heyri hins vegar alveg hvernig ráðherrar sem ég að vinna með tala mikilvægi þess að ljúka verkefnum og yfirlýsing Svandísar hennar persónulegu mati að þetta kjósa vori bendir nú ekki til þess að það sé hennar vilji standi til einhvers annars. En ég ítreka bara það sem ég sagði áðan, það væri ábyrgðar hluti við þessar aðstæður sem uppi eru
að slíta ríkisstjórnarsamstarfi núna. Það eru verkefni sem skipta samfélagi máli sem við erum með inn í þinginu, ríkisfjármálin eða bara fjárlögin og efnahagslífið sem hangir svolítið á þeim. Það skiptir máli að þessi ríkisstjórn klári það verkefni til þess að við sjáum vextina, verðbólguna fara niður og vonandi vextina í kjölfarið. En þið stefnið að því að samþykkja fjárlögin er það ekki fyrir jól? Jú, fyrir jól. En er þið þá ekki lofulegi að slíta á bara stjórnunum milli jól og nýjar? Ef að það er stóra máli sem þið þurfið að ljúka? Ég held að, nei, það er ekki nóg. Við erum líka með verkefni sem við erum að vinna að og hérna... Hver eru þau? Það eru þó nokkur mál sem eru í þinginu sem skipta máli. Það sem við getum ekki náð að ljúka fyrir jól, munum við þurfa þá tíma eftir jól til þess að klára. Ég get nefnt samgönguáætlun, það skipti máli. Hún náði ekki að klárast í vor vegna þess að það voru svona lausir endar eins og varðandi höfuðborgarsáttmálan sem þá búið að binda Það eru aðrir þættir sem þar eru inni sem að varðar samvinnuleiðaverkefnin, það varðar svona einstaka þætti sem er verið að vinna að núna og verður hægt að klára það í haust, vonandi. Ef ekki, þá þurfum við að klára það inn í janúar, febrúar. En nú er þetta orðið miklu róstusamara í pólitíkinni. Og verður eðlilega á kosningavetri. Já, innan VFG, það er mögulega formannsslagur innan Sjálfstæðisflokksins framöndan í febrúar. Það er allt rólegt í framsókn. Já, þetta er allt að koma allavega hjá ykkur. En eru einhverja líkur á að þið geti komið þessum stórum málum í gegn? Er samgönguáætlun af þeim toga að ríkisstjórn verði að halda af þeirri ástæðu? Ég nefndi bara hérna eitt verkefni sem skiptir máli. Nei, það er einfallega skiptir máli. Núverandi rennur út áramót. Ef við viljum halda áfram innviðauppbyggingunni sem við viljum, klárlega, þá þarf að vera svona framhald, kontinuitet í þessu. En hún er stopp, innviðauppbyggingin. Þið eru það sturt öllum peningunum í Hornafjarðarfljótið, en önnur verkefni eru bara ekki boðin út, þannig að þetta kortið er ekki að vegna hreyfingu. Öll verkefnin hafa haldið áfram þangað til að þau hafa klárast og svo verða þau boðin út núna í framhaldinu, þau sem eru inn á núgildandi samgönguáætlun, eins og ég hef skilið málið. Eðli máls þá stýrivegagerðin því svo lítið hvernig sjóðstreymi innan ársins er, en eins og ég skil það, þá munu verkefnin einfallega halda áfram. En svo til að taka ný verkefni, þá nýja samgönguáætlun. Og það er auðvitað stefnt að því að klára hana hér í haust, en það er ekki víst að það takist á nokkrum vikum. Akkur ekki? Var þetta ekki allt tilbúið í vor? Jú, en hún kemur auðvitað aðeins endurnýjuð, það kemur nýr ráðherra og hún fer aðeins í gegnum það með sínar áherslur. Þið eru með meirihluti í þinginu, þið hljóta að geta keyrt þetta í gegnum þinginu. Já, það er alveg rétt hjá þér, en það eru bara fleiri verkefni sem þurfa að fara þar í gegn. Við erum með fleiri verkefni þannig sem að skipta máli, við erum með vindorku sem að kemur vonandi inn í þingið. Ég hef vonast eftir því að lagareldisfrumvarpi komi fram. En er full samstaða samgönguáætlun? Ég bara spyr vegna þess að... Hún er náttúrulega ekki komið fram, Stefán Einar, en það er full samstaða það að leggja áherslu á áframhaldandi uppbyggingu innviða í gegnum samgöngur, já. Þau stóru mál sem að hafa reynt hvað mest á stjórnarsamstarfið er þetta einkennilega mál með söluna á Íslandsbanka. Þið stefnir núna að því að selja eftirstæðan hlut í bankanum. En það eru tvö önnur mál sem að hafa reynt mjög á. Það eru hvalveiðarnar. Það sem að deilt var hvort að atvinnufrelsi fólks samkvæmt stjórnarskrá væri varðið ekki. Og mér langar aðeins til að heyri þið með það, en mér langar líka til að fara yfir þetta furðu mál sem varðaði brottvísun ungstrengs frá Palestínu sem ekkert varð af. Menn vakna upp á mánudagsmorgni og það hefur orðið uppi fótur og fit út á Keflavíkurflugvelli vegna þess að ríkisstjórn Íslands hefur hlutast til yfirstandandi lögregluaðgerð. Er þetta til margs það að við búum í réttaríki að ráðherrar séu að vakna upp miðja nætur og grípa inn í aðgerði sem að, það til bara stjórnvöld hafa tekið ákvarðanir? Sko, fyrst og fremst þá var náttúrulega engin önnur ákvörðun tekin en að fresta þessari brottför. Og allir vissu hvað það myndi hafa í för með sig. Og að skoða málið. Það vissu allir hvaða áhrif það myndi hafa. Já, það var einn ákvörðun sem var tekin. Menn vissu hvaða afleiðingar það myndi hafa. Slík ákvörðun tel ég í réttaríki fullkomlega eðlilegt að taka. En svo ákvörðun var tekin til þess að koma veg fyrir að brottvísunin... Þú segir það. Þú veist það líka, Sigurður. Við vitum alveg að tímalínan var með þessum hætti. Það vissu allir nákvæmlega hvað þetta þýtti. Og ég held að niðurstaðan hafi verið alveg ásættanleg fyrir allavega þessa fjölskyldu og fyrir kerfið í heild sinni.
Já, held ég líka, en þetta var ekki gott að það þurfi að grípa inn í með þessum hætti. Við eigum að virða lögin, það eiga allir að virða lögin. Þeir sem ekki eru hér á Íslandi með réttmætum hætti, sem það fengið höfnun, þeir eiga auðvitað að virða það og fara sjálfviljugir. Mjög margir gera það, allir sé ekki 1100 manns á þessu ári nú þegar farnir mestuleiti í sjálfviljugri brottför. En voru þá lögin ekki virt í þessu máli? Jú, ég að segja, einn ákvörðun sem var tekin var að fresta þessari brottför og skoða málið betur. En hvað með önnur mál? Ætlið að fara að taka svona mál fyrir? Nei, ég held að það sé afleitt að það sé, og ég hef sagt að þetta mál hafi engin fordæmis gildi í mínum huga, engin. Hvernig stendur á því? Eiga ekki allir rétt á sambarlegri meðferð? Jú, ég held að það sé alveg klárt, en eins og komið var í ljós að þá var barnið inn á sjúkrastofnun, þó það var í hvíldaraug innlögn. Ég tel að það hefði réttlætt það að myndu skoða málið betur. Það gildir ekki almennt og ég býst við það. Og ég er ekki að ásaka þá sem að standa að þessum erfiðu ákvörðunum og framkvæmt að þeir hafa ekki staðið rétt að málum en ég held að þarna hefði menn átt aðeins að staldra við varðandi það að barnið var sannarlega inn á sjúkrastofnun. Og mér finnst það eðlilegt, mér finnst það mannúðlegt og það að taka ákvörðunum að fresta brottförinni hafi verið eðlilegt. En þá ertu að segja án þess að það sé fordæmisgefandi á nokkurn hátt. En þá ertu að segja að í málum þar sem að ráðherra ríkisstjórnum telja að réttbær stjórnvöld hefðu átt að leggja við hlustur tiltekin atriði en ekki gert að þá eigi ríkisstjórnin möguleika því að grípa inn í og fresta fullnustu aðgerðum. Í þessu tilviki var frestun. Ég hef oftar heyrt þig og fleiri gagnrýna það að stjórnmálumenn þú ekki taka ákvarðanir vegna þess að kerfið sé búið að taka ákvarðanir fyrir þá. Ég held að þarna sé dæmi að ráðherrar þorðu að taka ákvarðanir en voru ekki að stíga inn í lögmætt kerfi. Þetta til þess að koma í veg fyrir fullnustu aðgerðarinnar. Já, það síðan afleiðingin af því að tímafresturinn var með þessum hætti. Hafið þið lagt mat á kostnaðinn sem felst í því að þetta mál fyrir þennan farveg? Hvað þetta muni kosta ríkissjóð að þetta mál og þar að segja umönnun drengsins? Nei, ég þekki ekki til þess að við séum að leggja kostnaðarmat á hvern einstaklingi þessu. Við gerum það auðvitað í heild sinni og stóra myndin er þessi að á síðasta ári voru 600 mann sem fóru á landibrott sem höfðu fengið höfnun eða boðum að víkja á landinu með sjálfviljugum hætti. Núna í ágúst voru þeir orðnir 1100 þannig að það breytingar sem við höfum gert á útlendingamálunum hafa haft meðal annars þetta í för með sér. Það var líka haft það með í för með sér að það sækja mjög færri hér alþjóðlega vernd heldur en áður. Þannig að kerfið, við erum að ná betri tökum á kerfinu. En óttastu ekki að fólk sem hefur þá eða er að berjast við alvarlega sjúkdóma eins og þessi drengur sannarlega er að gera, að þeir hafi aukinn hvata til þess að koma hingað vitandi að það er mögulegt að koma ríkisstjórninni eða þvæla ríkisstjórninni inn í ákvarðanir þessu tagi. Það er sem að menn hafa gert varðandi velferðarkerfi hér almennt. Við höfum dæmi frá Venezuela, við höfum dæmi tiltekna hópa sem að koma frá Úkraínu til þess að njóta sérstakrar þjónustu í sambandi við heyrnartæki og annað í þeim dúr. Við höfum alltaf að fara varlega í því að búa til fordæmi, en nei, ég óttast þetta hins vegar ekki. Hvalveiðarnar, hver er staðan á því? Ert þú fyllilega sáttur við að þetta mál hafi farið þennan farveg, hafi svipt þetta fyrirtæki möguleikanum á að sinna sinni útgerð í sumar og það er yfirvofandi gagnvart ríkinu skaðabótakrafa sem að geti hlaupið á milljörðum króna? Nei, ég er ósáttur og hef alveg hygglust tjáð mig með þeim hætti alveg frá upphafi. Í stjórnarsáttmálanum þá er ekki stafur hvalveiðar, hvorki að þeim skuli viðhaldið eða að þeim skuli hætt og það var eitt af þeim málum sem við einfaldlega sögðum látum liggja. Þess vegna kom mér ákvörðun á sínu tíma óvart og var ekki sátt við hana og hef alveg lýst þeirri skoðun minni. Heldur ríkið eða fyrirtækið er rétt á bótum gagnvart ríkinu fyrir þessum? Ég ætla ekki að setjast í það dómarasæti, það þurfa aðrir að gera það með lögmætum hætti, en ég ætla ekki að gera það, en mér fannst þetta hins vegar ekki rétt vegna þess að ég er semst hlynntur því að við stundum sjálfbærar veiðar, hvort sem er á hvölum eða öðrum tegundum á meðan við gerum það með sjálfbærum öruggum hætti. En viðurkenniru eða horfstu í augu við það að fyrirtækið hafi orðið fyrir tjóni vegna þessar ákvörðunar? Það er náttúrulega augljóst að fólk sem að bjóst við því að vera að fara að vinna þarna í fyrrasumar
og síðan gufaði sú vinna upp. Það var fyrir tjónið, ég held að það sé nokkuð augljóst, það allavega fekk ekki þá vinnu sem að við vitum líka er ágætlega borgað fyrir, en hvort þau fenguðu síðan vinnu sem að við betur borgað, það bara veit ég ekki. Nei. Förum inn á fagráðuneytið þitt, fjármálaráðuneytið, sem að þú tekur við því fyrsta sinn í, er það ekki áratugi sem að... 45 ár. Nú ekki lengra. Sem að framsóknarmaður situr í fjármálaráðuneytinu. Hver var það síðast? Tómas Árnason satt líklega síðast 11 mánaða skeið og þar á undan Halldór E. Sigurðsson. Já, Borgnesingur. Já. Þetta vel mannað. Já. Það stefnt á hallarekstur áframhaldandi upp á 41.000 milljónir á næsta ári. Er það ekki fullkomið metnaðarleysi af ykkar hálfu að loka ekki þessu gati í fjárlögum sem að nema 1.500 milljörðum? Nei, það er það ekki. Við erum á mjög góðri leið með því að lenda hagkerfi eftir mikið þenslu ástand. Það eru ekki nema örfá ár síðan að við rákum ríkið með 300 milljarða halla. Þess að við beittum ríkissjóði að fullu í að verja hagkerfið, almenningi í landinu, fyrirtækin, gegn alheimsfaraldrinum COVID. Og árið eftir var það held ég 200. Þið voru reyndar að verja, er það ekki almenning og fyrirtækin út á aðgerðum sem þið gripu til? Nei, alls ekki. Heimurinn var stopp og Ísland gekk miklu skemur í öllum slíkum aðgerðum heldur en langflestar aðra þjóðir, langflestar, ég getum sleppt Svíþjóð, en langflestum. Við lokuðum til að mynda aldrei landamærum og við lokuðum til að mynda aldrei skólum, svo skipti vikum og mánuðum saman eins og til að mynda var gert á Spáni, svo dæmi sitt ekki. Þannig að, nei, það er rangt að við höfum gert það að verum að borga okkar eigi tjón. Við hreinlega studdum í gegnum hagkerfið. Síðan þá höfum við verið að skala þetta niður, mjög hratt. Það er að segja þau sig og taka þau tilbaka á sama tíma og fyrirtækin og heimilin hafa endurreist sig. Og meiri segja gegnum COVID, þá var kaupmáttar aukning á Íslandi. Í öllum norrænum ríkjónum var verulegur kaupmáttar rýrnun, laun lækkuðu. Og þau hafa ekki náð því ennþá. En hér náttúrulega líka miklu meiri verðbólga en þar. Og það er afleiðingin. Þetta kom hún að utan, fyrst í gegnum verðbólgu sem stafaði af því að það var högt í framleiðinni eins og við þekkjum. Síðan kom eftir COVID þegar allir voru búin að safna upp dálítið mikið af sjóðum, þá kom þessi eftirspurnar út af einkaneyslunni? Út af einkaneyslunni, eftirspurnar. En húsnæðismáli líka? Þetta tvennt er horfið. Eftirstendur verðbólgu væntingar sem eru enn hærra á Íslandi heldur en í nálægum löndum og það er það sem við erum að glíma við. Væri hægt að gera það með því að skera niður á fullu, ná hallalausum fjárlögum svona að nafninu til og skapa leið húrrandi atvinnuleysi? Hugsanlega já. Það er nákvæmlega það sem gerist við það að þú ferði í slíkar aðgerðir. Stjórnvöldin á hinum Norðurlöndunum hafa skalað niður umsvifin frá því í COVID. Já, og við líka. Ekki nandanæris mikið. Og það er ekki húrrandi. Við erum búin að því. Það er ekki húrrandi atvinnuleysi á hinum Norðurlöndunum. Jú, það er það. Nei. Það er sennilega 9% atvinnuleysi bæði í Svíþjóð og Finnlandi, 20% atvinnuleysi ungu fólki í Finnlandi. Þeir eru vissulega með evru sem að gera það verkum að þeir eru búin að vera í 30 ár í þessu basli, en þannig er staðan þar. Danmörk er þar ekki. Verðbólgan án húsnæðisliðar er til að mynda hærri í Noregi heldur en hér hjá okkur. Ef við horfum 10 ára eftir tíma. Það sem ég er að benda á er að þannig ég er bara að segja, við erum að fara þá leið. Þeir eru búin að skala þetta niður. Hér er ekkert atvinnuleysi. Við erum búin að skala líka niður. Við erum núna að lenda hagkerfinu mjúklega með sennilega einhverju mestu atvinnuþátttöku sem til er. 9,25% stýrivöxtum. Það er mjög hátt. 6-7% verðbólgu. Það er ekki. Hún er 6%. Búin að vera 6-7-8%, leyfi mér svo ég hækki. Já, hún var náttúrulega 10%, en hún er búin að lækka niður í 6%. Þetta er ekki mjög lending. Jú, hún er það. Talaðu við fólkið með húsnæðislánin sem er að fá endurskoðun á lánin sinni. Fólkið finnst þetta ekki mjög lending. Bara síst að fólk lítur á þetta sem algjört bylmingshögg. Ef það myndi við svinna, þá er það hörð lending. Það er líka hörð lending þegar afborganirnar hækka 80-100%. Nei, það er miklu mýkri leið á meðan þú getur unnið og getur tryggt afkomuna. Við höfum líka verið síðan að grípa inn í viðkvæmustu hópana. Ekki gleyma því að við kjarasamningi, ég veit að þið voruð ekki ánægð með það hér, en við fórum inn og sögðum við ætlum að halda hérna utan ungt barnafólk.
Við hækkuðum barnabætur, við höfum gert það 5 milljarða núna 2 ára, 3 milljarða í fyrra og 2 milljarða í fjárlögum næsta árs, eða yfirstandandi árs. Við fórum inn með húsnæðisbætur, við fórum inn með sérstakar vaxtabætur upp á 5,5 milljarða sem við greiddum núna til 60.000 manns, núna mánaðamótin ágúst-september. Hefur einhver kvartað yfir því að hafa fengið þá fjármuni? Eða kvartað yfir því hvernig það gekk? Eða kvartar enginn undan því að fá peninga? Kvartað yfir því hvernig það gekk? Nei, þetta var hjálp. Við erum að bjóða núna í samstarfi við sveitarfélögin fríar skólamáltíðir sem muni skipta 12.000 króna máli fyrir fjölskyldu sem á 1 barn á grunnskólaaldri, 24.000 eða 2 börn á grunnskólaaldri. Og langstærstu hluti almennings á Íslandi getur bara borgað fyrir þessa skólamáltíð sjálf til að borga niður skólamáltíð. Langstærstu hluti á Íslandi getur líka greitt af húsnæðislánum. Skuldastaðan lægri og í sögulegu samhengi hefur hún ekki hækkað mikið, vanskil hafa farið hækkandi en þau eru í sögulegu samhengi mjög lág. En það eru hópar á Íslandi sem við þurfum að horfa betur á. En þið eru að gera þetta fyrir alla, þess vegna spyr ég, það þá þannig að... Það skynsamlegt, hér er þetta að tala skólamáltíðir sem þið þolið ekki. En skólamáltíðir eru mjög mikilvægar, öll þurfa að borða. Það er bara búin að sýna fram á að þetta er ein besta leiðin til þess að eyða út fátækt barna. Ég hef ekki séð neina rannsóknir sem sanna það, en það sem ég er að Ég skal senda þér. Já, ég skal fara yfir það í blaðinu, en það sem ég er að nefna með skólamáltíðirnar og þú segir það er ekkert mál að taka á sig tvöföldun á afborgunum húsnæðis að því að borgir niður barnabætur og skólamáltíð. Ég sagði það ekki, ég sagði að við værum að reyna að styðja við viðkvæmustu hópana þar sem að þetta biti grimmast. Við sjáum hins vegar að ef við horfum á kúrfuna yfir heildina, að fólk á mínum aldri, jafnvel á þínum aldri, er ekki með hærri vaxtabyrði heldur en það var áður. Og það er vegna þess að við erum búin að greiða niður skuldir, veðskuldir okkar á húsnæði eru lægri heldur en það voru, af ýmsum ástæðum. Og er þá allt í lukkuna velstandi? Það er ekki allt í lukkuna velstandi þegar þú ert með 9,25% stýrivexti og 6% verðbólgu. Þess vegna skiptir máli að við höldum áfram á þessum takti. Þess vegna skiptir máli að fjárlögin eru að mati Alþjóðagjaldeyrissjóðsins og Seðlabankans nægilega aðhaldssöm til þess að ná þessu með mjúkri lendingu. Án þess að við ruggum við því að atvinnustigið sé. Það fer alveg eftir hvernig maður lesi yfirlýsingu Alþjóðagjaldeyrissjóðs og ég lesi þar yfirlýsingar margar og það er þetta orðað eins og það er. Útís núna síðustu viku tók undir það sama og hækkaði lánshæfismat ríkisins vegna þess að við erum sem hefur verið allt og lágt. Já, og það komið á sama stæði núna og það var fyrir efnahagshrun. Lánakjörin hafa og eru enn óásættanleg. Hjá ríkinu? Já. Algjörlega, og það er verkefni, ég hef sagt að það eru 2 verkefni sem við þurfum að horfa á. Ef að þið hefðu skilað hallalausum fjárlögum, Sigurður, ef að þið hefðu skilað hallalausum fjárlögum í ár og á næsta ári, þá hefði verðbólgan farið hraða niður. Ég er ekki viss um það, vegna þess að þá hefði atvinnuleysi aukist og þá hefði fólk... Það er ekkert atvinnuleysi á Íslandi. Nei, en það mun koma ef þú skerð niður. Við erum ekki í niðurskurði, við erum í hæfilegu aðhaldi. Við erum með mjög sveigjanlegan... Við erum reyndar með mjög mikið aðhald. Við erum með mjög sveigjanlegan vinnumarkað. Þannig að það fólk flyst líka í burtu. Ísland þolir ekki atvinnuleysi. Það verður ekki atvinnuleysi í landi þar sem að innflutningu fólks hefur verið í tugum þúsunda og það fólk ferður aftur frá vettvang. Þú getur ekki fullyrt það og það er ekki reynsla. Við höfum séð það gerast. Já, það er ekki reynsla sem var í COVID, að það hefur bara horfið á braut. Það fólk gæti ekki farið í vinnu annar staðar heldur en það getur farið í vinnu annar staðar núna. Hugsanlega. Eins og í Pólandi. Það er reyndar staðan í Evrópu er ekki svo stama á Íslandi og staðan eins og OECD sér hana að á næstu 10 árum verði hér að jafnaði 2,5% hagvöxtur, svona ef þeir geta svona, þannig erfitt spáðum framtíðan og hvað það svona langa, en þeirra lína liggur þar, á meðan að Evrópa er 1,5% lægri að jafnaði. Þannig að horfurnar hér að því gefnu að við náum þessari mjúku lendingu og þetta er út frá þeim áætlunum sem við erum með og ég er að tala fyrir að séu nægar. Eitt af því sem hefur haft áhrif á lánshæfismat Íslands eru áætlanir ykkar ár eftir ár reyndar mun minni hallarekstur á ríkinu, þetta er raunin hefur orðið. 3 ári röð. Nei, þetta er öfugt, Stefán Einar. Við skiluðum 100 milljarða meiri afkomu 3 ári röð. Þú verður að hlusta á það sem ég er að segja. Það hefur áhrif á lánshæfismatið þegar þið gerir ráð fyrir því áætlunum ár eftir ár að skila miklu meiri halli raunin verður á. Til lengri tíma litið er það auðvitað jákvætt. En 3 ári röð, 100 milljörðum betri afkoma á hverju ári. Hvað er í gangi í fjármálaráðuneytinu?
Þetta eru 100.000 milljónir sem munar. Þetta svakalega mikill munur. Og ár eftir ár og aldrei finna menn leiðina til að reikna þetta rétt. Og sættanlegur og verkefni sem við erum einfallega núna að segja, það eru 3 verkefni sem ég er svona verið að leggja áherslu á, það er og ríkisstjórnin. Við höfum bara sagt þau gögn, þessu opinberu gögn, fjármálaráðuneytið samkvæmt lögum og opinber fjármál á að byggja sína tekjuáætlanir á opinberu gögnum. Það eru gögn sem við fáum frá Hagstofunni og þau eru því miður ekki betri heldur en það eru upplýsingar sem fara inn í það kerfi, meðal annars frá atvinnulífinu. Þetta er bara verkefni sem við þurfum að fara miklu betur í. Er einhverja líkur á því að þið séu að ná tökum á þessu? Verða þessar áætlanir ekki bara eitthvað gísk út í loftið? Ég held að þegar við erum svona búin að greina þennan vanda og sjáum hvað hann við höfum bara hreinlega sett inn, ef við hefðum haft réttu upplýsingar réttu gögnin, þá er líkanið sem að unnið er eftir, þá hefði það verið svona, ef maður segja, svona meir og minna sú staða. Hvenær ákváðu það ráðast í þá vinnu að laga þetta? Því nú hefur þetta gerst ár eftir ár og þið hefur bara hallað ykkur aftur og sagt, já, þetta er ansið ágætt fyrir okkur svona eftir að hyggja, þetta sé bara alltaf 100 milljarðir betra. Auðvitað er þetta gott fyrir hagkerfið að við tókum þessa 100 milljarða. Þetta er gott fyrir ykkur, því kortið ykkur af þessu öllu viðtölum. Tókum þessa 100 milljarða og settum þess að lækka skuldir, sko. Þið haldið þið fram að við veitt þeim, það er rangt. Það er nú eitt af því sem ég þarf að ræða hér við þig, vegna þess að þú hefur haldið þessum. En bara klára hitt, þegar þú varst að spyrja þessa gagnavinnslu. Þetta er verkefni sem við settum á stað hér í sumar, sem við erum að bara fara að vinna. En af hverju hefur það ekki verið gert miklu fyrr? Ég skal ekki segja, við erum kannski, þegar það gerist fyrsta skiptið þá er þetta óvænt, þegar þetta gerist í annað skiptið þá sem hvað er eiginlega í gangi og það sem var í gangi var að íslenskt hagkerfi er gríðarlega dýnamist, öflugt og Hagstofan hefur verið að leiðrétta hagvöxt aftur í tíman, meira segja núna fyrir stuttu var verið að leiðrétta hagvöxtin á árinu 23 tæplega 1% hækkun úr 4,1 í 5%. Það tekur engin mark á upplýsingur frá Hagstofan. Það er auðvitað það sem verður afleiðingin og er ekki gott. Og þess vegna þurfum við í samstarfi við Hagstofuna, samstarfi við Seðlabankann, samstarfi við atvinnulífið að verða betri í því að afla rauntíma gagna, þannig að gögnin sem að Hagstofan vinnur með og við síðan notum, samkvæmt lögum, að þau séu réttari og eins rétt og hægt er. Það er eitt verkefni. Þú hefur margsinnis haldið því fram að undanförnu í umræðunum þennan minni halla en menn gerir ráð fyrir, þessi 100 milljarða minni halli heldur en raun hefur orðið á, að þið við nota þá peninga til þess að borga niður skuldir. Meira og minna. Ég skoða fjárlögin ár eftir ár og ég sé að skuldir ríkissjóðs aukast og aukast ár frá ári. Hvernig getur það haldið? Það er ekki aukast. Það eru víst að aukast. Ekki, þú verður auðvitað... Þú rekur ríkið með halla. Þú verður auðvitað að taka tillit til þess að við erum í miklum hagvexti og þetta er hlutfall af landsframleiðslu. Ég er ekki... Nei, nú verður þú líka að lefa mér vegna þess að hluti af hagvextinum er gríðarlegur innflutningur af fólki. Gríðarlegur. Þið talið alltaf þessi hlutfall, en skuldirnar eru að auka. Þið segja við erum að borga niður skuldir. Þegar fjölgar 3,1% í landinu og þú segir að ríkið sé að stækka sem einhverju nemur, er það að stækka meira en 3,1%? Ég er ekki að segja að ríkið sé að stækka, ég er að segja að þið eru að auka skuldir. En þú mætir í viðtölu og segir við erum að borga niður skuldir. Það er ekki rétt, þið eru að auka skuldir. Hvað ætlaði að taka mikið að lánum á næsta ári? Á næsta ári man nú ekki alveg töluna svona 1, 2 og 3 hérna. Er það norðan við 100 milljarðar? Við erum allavega þurfum að taka þau lán sem við þurfum. Það munum við hanga meðal annars á því hvort okkur takist sem við erum að stefna að selja cirka helmingin af Íslandsbanka núna í haust og hinn helmingin næsta ári. Það mun skipta miklu máli upp á hvaða fjármagn við þurfum. Við þurfum líka stundum að meta það hvort að við séum komin í betri færi að endur fjármagna dýrar skuldir og taka þá lán. Þannig að þessi tali nú ekki alveg heilög. En við getum verið saman um það að skuldir ríkisins mun ekki lækka í krónum talið á næsta ári. Þó þú getur farið í hlutfallsleikin við aðrir en mig. Ég er ekki... Ég ætla ekki að sverja fyrir það, Stefán, en ég ætla þá bara að koma setna í þáttinn og útskýra aftur. En skuldir ríkisins ekki að fara að lækka í krónutali? Það lækka og lækka sem hlutfall af stærðinni, það er engin spurning. Nú getur þið ráð fyrir... Sem þýðir í raun og veru að það er verið léttara og léttara fyrir okkur að skulda þetta, nákvæmlega bara eins og að reka heimili. En nú getur þið ráð fyrir því að ríkið verður ekki með 40... Verðbólgan hækkar skuldir ríkissjóðs líka. Já. Og skipti verulega máli. Bara núna ástæðan fyrir því að það er 41 milljarður en ekki 29 eru að
það eru 12 milljarða gap sem kemur vegna þess að verðbólgan hærri heldur en við vorum að reikna með í fjármálaáætlun. 41 milljarðar á næsta ári. Og svo eru þessar áætlanir sem enginn treysti, hvorki frá Hagstofunni né fjármálaráðuneytinu orðið. Nú hagkerfið að kólna mjög hratt. Áætlanir hjá bönkunum gera ráð fyrir að hagvöxtur hér sé lítill sem enginn í ár að hann verði mögulega mjög takmarkar næsta ári. Nei, það er enginn að tala um það. Arion banki var að koma með spá sem lægri heldur en Íslandsbanki, þannig að við erum að sjá þetta, en þetta eru takmörkuð aukning. Ekki stór hætt á því að einmitt á næsta ári verði halli ríkissjóðs einfaldlega miklu mun meiri heldur en 41 milljarðar? Nei, ég fullyrði að svo verði ekki og ég hef ekki áhyggjur af því. Ég held hins vegar að það sem við þurfum að hafa áhyggjur af, það að hagkerfið botnfrjósi allt í einu. Vegna þess að svona háir stýrivextir, svona háir raunvextir til langs tíma býta allt í einu. Og við sáum náttúrulega bara hækkanir núna bankana sem hugsanlega eru ómiklar. Ég hef líka tekið undir það, ég heyri hvað Seðlabankinn segir og að við þurfum að skoða það og ég veit að viðskiptaráðuneytið er að skoða það. En þegar það gerist að þá þetta hægir enn frekar á og við vitum að það er tímaspönn í þegar þú setur svona háa stýrivexti að þá kannski býta þér ekki að fullu fyrir en eftir 18 mánuði. Og einhvern tíman á tímanum getur það gerst að kælingin verði bara mjög snögg og það er það sem við höfum verið að horfa á. Það yfirvofandi? Þessum ég held ekki við náum mjúkulendingunni og þess vegna skiptir máli að reka kerfin okkar með þeim hætti að við séum að tryggja það að heilbrigðiskerfið sé fjármagnað að gangi eftir, menntakerfið, velferðarkerfið, að við getum tekið þátt í þeim innviðu uppbyggingum sem við skuldum að gera meira í og það er eitt verkefni sem við takjum örgulega alveg heilan þátt í að segja hvernig getum við gert það og þetta er ekki nýtt vandamál. Við erum búin að vera að horfa á þetta í mjög langan tíma hverjar fjárfestingar geta ríkissjóðs vegna þess að kerfin okkar taka sífellt meira til sín. Fjárfestingin minnkar og minnkar. Og fjárfestingin, nei, hún verður reyndar ágætt á næsta ári, en það er líka vegna þess að ríkisfyrirtækin okkar, fyrirtækin sem við erum með, þau taka svolítið hluta af þessari opinberu fjárfestingar getu okkar. Eftir situr ríkissjóður, þess vegna hefur skipt máli að hugsa samgöngumálin svolítið upp og nýtt hvernig við fjármögnum samgöngumálin. Vegna þess að við getum það ekki, við höfum ekki gert það og munum ekki geta í langri framtíð fjármagnað alla þá innviðu uppbyggingu sem við þurfum að fara í með því að taka peninga úr ríkissjóði. Þið í Framsóknarflokknum hafi verið nokkuð stikkfrí í umræðinu flóttamannamálin. Það var tugir milljarðar unnið úr ríkissjóði í þessi mál. Landamærin hafa verið galopin, við fáum hér upplýsingar af blanduð þetta allt þessa glæpahópa sem að hér fljóta inn án þess að menn fá rönd við reist. Mér telst til samkvæmt upplýsingum úr þinginu að þið sé að verja 2,4 milljörðum í ár bara í öryggisgæslu í tengslu við flóttamenn í landinu og það er svipuð upphæð og í fyrra, hún er meiri kostnaður heldur en í húsnæðismálinu sjálf. Hvað telur þú hæfilegt að taka á móti mörgum flóttamennum hér á ári? Ég held að sé erfitt að setja svona fingurinn á það. Við opnuðum til að mynda landamærin fyrir Úkraínu og þeir sækja ekki alþjóðlega vernd, heldur bara fá þeir hana. Og í dag er staðan svo að langstærsti hópurinn sem hingað kemur inn í þetta kerfi okkar er að koma frá Úkraínu. Hvað ráðum við marga þá, ef ég orða spurninguna? Af því að kerfin eru á þann mörkum nú þegar. Ég ætla bara að segja alveg svo að það sem gerðist hér fyrir nokkrum árum þegar að við vorum ofan í Úkraínu að fá mjög marga frá Venezuela og það var aukning í umsóknum annara að þá vorum við komin yfir öll þolmörk allra kerfa, heilbrigðiskerfis þess að geta komið fólki fyrir í húsnæði bara í gegnum landamæraeftirlit og annað. En sem fjármálaráðherra, viltu ekki svara því hvað, af því að nú hafa ég get ekki sagt nákvæmlega tölu. Nú hafa Svíar og Finnar, það er mjög sterk umræða í Kanada þessi mörk, meðal annars út af bara áhrifunum á húsnæðismarkaðinn. Er ekki eðlilegt að þið sem leiðtogar ríkisstjórnarinnar, þú sem ert með budduna, ríkisbudduna í vasanum, að þú svarir því? Við erum að keyra þennan kostnað niður mjög hratt á þessu ári. Og við munum sjá enn meiri hraða á því á næsta ári vegna þess að við erum að ná betri stjórn á þessu málaflokki. En þú vilt ekki svara því hver mörkin er? Ég get ekki svaraði hvort að það eru
einhver tiltekinn tala af þeim sem við búum líka í heimi, Stefán Einar, sem sífellt alvarlegri og verri. Við verðum fyrst og fremst að vera með svipað fyrirkomulag og það þjóðir sem við berum okkur saman, eins og Norðurlönd. Vegna þess að við getum ekki bjargað öllum þeim, hvort það eru 7 eða 17 eða 27 milljónir manna sem að munu þurfa á einhvers konar hjálp að halda. En verður við ekki fyrst og fremst að verja hagsmuni Íslendinga? Já, klárlega, og þeirra sem að hér búa, en við verðum auðvitað líka að vera í stakk búin til að taka og styðja við fólk í heiminum. Við erum rík þjóð, við getum gert það. Við gerum það auðvitað að stóru leyti gegnum þróunaraðstoð og stuðning við mannúð, en við erum einmitt pínulítil þjóð og eigum ekki að reisa okkur hérna bara einfallega of háan vegg þar sem við komumst ekki yfir hann, sko. Við eigum að gera hlutina vel. Þegar við vorum að ræða þessi flóttamannamál hér fyrir nokkrum árum, þá voru held ég allir sammála að það veri mikilvægara fyrir okkur að taka á móti kvótaflóttamönnum sem eru þá að mati Sameinuðu þjóðanna fólk sem þarf á mestri hjálp að halda, en ekki að vera með mjög opin landamæri gagnvart hverjum sem að vill sækja alþjóðlega vernd, fer síðan inn í eitthvert kerfi sem að tekur oflangan tíma að greiða úr og meðal annars tekur það oflangan tíma vegna þess að fjöldin er mikill og við ráðum ekki við það. Talandum ríkisfjármálin og kostnaðinn og aðhaldið. Þið hafið verið í ríkisstjórninni að auka og sérstaklega á vorþinginu allskyns verkefni sem að þið vilja keyra í gegn sem kostnaðarauki fyrir ríkið. Mér hefur orðið tíðrætt tvöföldun listamannalauna, þið viljið keyra í gegn þjóðaróperu sem á að kosta hér 100 milljóna, þið ætlaði að fara í þjóðarhöll og allskyns verkefni þessu tagi. Á sama tíma horfum við upp á það að lögreglan getur ekki varið fyrirtækin í landinu fyrir innbrotum, menn hafa enga stjórn á þessu glæpahópum sem að hér eru í landinu. Hvers konar forgangsröðun þetta hjá stjórnvöldum? Ykkur sama til dæmis þessa fyrirtækja eigendur, verslana eigendur í Síðumúla og Ármúla sem að standa ráðþrota og lögreglan mætir ekki einu svona staðinn þó að brotið sé inn og verðmætum stólið fyrir milljónir á milljónir ofan? Þetta er alltaf bara ósvífni að setja þetta svona fram, Stefán Einar, vegna þess að auðvitað verið að bæta í lögregluna og til að mynda held ég fari rétt með það í minnisblaði sem var unnið í fjármálaráðuneytinu að í einhverju stétt hefur fjölgað meira heldur en hjá lögreglunni. Eru þá þessi verslunareigendur ósvífnir þegar þeir eru ósáttir við þessa forgangsröðun? Ég veit ekki hvað þeim finnst. Væri það ósvífni ef þeir væri á þessari skoðun? Ef þeir eru á þinni skoðun þá finnst mér það ósvífin nálgun vegna þess að við erum auðvitað að byggja upp miklu fjölbreyttara, flottara samfélag þar sem kallar á alls konar þarfir. Eins og til að mynda hver vill vera í samfélagi án menningar. Finnst þér það að vera fjölbreyttar og flottara samfélag þar sem að fólk getur ekki varið eigur sínar og innbrota faraldur? Ég er bara að segja að það eru fleiri þættir heldur en einhver einn sem við erum að horfa á. Við getum hins vegar alveg ætlast til þess að við tökum betur utanum þessa öryggistætti og ég tel það mjög mikilvægt. Öryggi borgarinnar kemur á undan menningunni gerir ráð fyrir. Það er alltaf númer 1, 2 og 3, algjörlega. Og við hefum lagt áherslu á það og við erum að leggja aukna fjármuni þar inn. Við erum til dæmis núna í tengslum við því miður vaxandi ofbeldi barna, hnífaburð og annað að þá eru ráðuneytin búin að vera að vinna saman núna í marga mánuði, komið fram með áætlun í sumar sem við síðan vorum að stækka og koma með út. Hluti af því er að fjölga til dæmis samfélagslögreglumönnum Borgarstjórinn þinn vill ekki takast á við þann vanda. Borgarstjórinn þinn hann styttir opnunartíma Sundlaug og þeir vil ekki halda opnunartíma félagsmiðstöða í því horfi sem áður var. Ég veit ekki hvort að það leysir alla vanda. Ég er hins vegar alveg sannfærður að við sem erum foreldrar, við eigum að eyða meiri tíma með börnunum okkar. Ég held að það sé miklu stærra atriði heldur en hvort að einhver sundlaug eða félagsmiðstöð sé opin hálftíma eða klukkutíma lengur eða skemur. En það lýsir forgangsröðun. Ég er ekki viss að það sé rétt hjá þér, en ég segi bara þetta verkefni að koma þessu ofbeldi út úr okkar samfélagi er forgangsverkefni. Það gerum við ekki öðruvís en að allir taki höndum saman. Það er ekki nóg að setja bara lögregluna á göturnar eða inn í samfélagið. Það verða allir að taka þátt. Og þá er ég að líka tala heilbrigðiskerfið okkar, skólakerfið, en ekki síst okkur, foreldra, ömmur og afa. Ég er afi, en ég er alltaf foreldri, en þau eru orðin fullar eldri. Laus úr þeim pakka. Ég er búin að útskrifa það, en það tekur annað pakki við. Gleðst yfir barnabörnunum, en ég hef áhyggjur af þessu umhverfi sem við erum að sjá.
Og varðandi glæpagengin og eitthvað slíkt, þar þurfum við einfallega að gera betur. Við erum að takast á við áhugaverða verkefni á landamærum gegnum Schengen, þar sem aukið eftirlit. Mér finnst það eitthvað sem við eigum að nýta. Mér hefur fundist í gegnum tíðina að við höfum ekki notið nægilega góðs af því að vera hluti af þessu Schengen. Lögreglustjórinn á Keflavíkurflugvelli kvartar sárun undan því að þið hafið ekki keyrt í gegn kröfur og sektir á flugfélögum að birta ekki farþegaupplýsingar. Landamærin eru bara opin. Ég held reyndar að ef við tökum Ísland og berum það saman við önnur lönd eða aðra flugvelli, að þá séu fá lönd sem eru með eins hátt hlutfall af þessum farþegalistum sem við fáum. Lögreglustjórinn kvartar undan þessu. Já, ég heyri það, en ég held að þetta sé samt staðreyndin, sko, að við séum bara þar á toppi að fá þessir upplýsingar, enda eru íslensku flugfélögin bara mjög viljug til þess að... Hann kvartan sáran undan þessu. Ég gerir ráð fyrir því að þú kvartir sáran undan þeim mælingum sem að Framsóknarflokkurinn fær í könnunum. Ég kvarta kannski ekki sáran, en þær eru ekki skemmtilegar. Nei, hvernig ætlar að hifa þetta upp? Ég hef sagt að auðvitað þekkjum við þetta. Við höfum gengið í gegnum svona tímabil þar sem að enginn virðist vilja kannast við að vera Framsóknarmaður nema á kosningadaginn. Sem sagt að í gegnum kjörtíðanbilið alveg sama hvernig gengur, ég segi kannski ekki alveg sama. Svo kemur í ljós að allir eru Framsóknarmenn við beinið. Já, það fæðast allir Framsóknarmenn eins og við vitum. Svo bara spurning hvernig menn þroskast eins og einhver sagði. En nei, þetta ekki gott að mælast, þetta ekki hvatning í vinnunni, en við tökum þetta sem hvatningu að gera betur. Betur í að segja frá því sem við erum að gera. Við erum mjög vinnusöm, við erum bara þekkt fyrir það. En hefur ykkur ekki bara tekist illa upp fyrst að fólk hefur yfirgefið ykkur? Ég held að þetta sé, auðvitað sjáum við alveg að ríkisstjórnin er mjög óvinsæl. Og flokkarnir. Og við erum í henni og allir flokkarnir. Og ráðherrarnir óvinsælir. Já, líka það. Og við sjáum að þetta nákvæmlega líka gerast alls staðar í kringum okkur. Ég hef auðvitað átt í samskiptu við kollega mína í öðru löndum. Og þetta er sami... Það er ógn í heiminum, það er stríð í Evrópu, það eru ógnir á Miðausturlöndum, við sjáum þetta líka í Afríku og líka í Asíu. Við lifum einhvern veginn tíma þar sem að fólk lifir meira óöryggi og það er óstöðuleiki. Þú sækist eftir öryggi, svo vorum að tala áðan öryggi Ég var svo ósvífun að nefna það. Nei, þú varst að stilla upp hlutum með... Þú verður að velja hafna. Þá getur ekki gert þetta. Þú þekkir það í heimilisbókhaldinu. Við verðum geta gert þetta allt saman, en við verðum auðvitað forgangsraða á hverjum tíma og við erum að því. En ég bara segi, þetta er eitthvað sem við upplifum. Á Íslandi upplifum við það að þegar að stýrivextir eru búin að vera í meira en 1 ár 9,25% og verðbólgan á há, þá hún sé að fara niður, að þá eykur það pirring hjá fólki og ég skil hann. Og heldur þú náður að snúa þessu við áður en kemur að kosningu? Ég held að við munum snúa þessu við, já. Og ég held að við munum, þegar að nær dregur kosningum, vera býsna góð í að segja betur frá því sem að við höfum verið að gera, sem er margt mjög gott. Ég geti farið yfir það, við þurfum nokkra þætti í það. Gott, þú örglega eftir að koma aftur áður en að kosningu kemur hvenær sem það ég er bjartsýnn á það. Já, það kemur í ljós hvort þetta sé allt að koma. Takk að kærlega fyrir komuna, Sigurður Ingi. Þá ekki meira á vettvangi spursmála þessa ágætu vikuna. Við þakkum ykkur fyrir samfélgina og hlökkum til að sjá okkur hér að vikuliðinni með spennandi efni eins og oftast endra nær. Verið sæl.